Já, góðan daginn og verið velkonir í Gulir í gegn, podcast þáttur sem fjallar málefni Grindavíkur og í dag erum við konum með fjöllum jarðhræðingar Grindavíkur. Aron Óskarsson heiti ég, liðina með situr Gylfi Arnar Ísleifsson og Ástór Ingi Gestsson og við erum komið með topp vísindamenn landsins, Magnús Tumi Guðmundsson og Benedikt Ófeigsson. Verið hjartalega velkonir. Takk fyrir. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma svona stuttum fyrirvara. Bara alveg í róskilið. Það hér í Grindavík búið að vera mikla pælingar varandi gos og gosið að fara að byrja og þar að við vildum eiginlega bara fá okkur inn á borðinu og aðeins að útskýra fólki og líka fyrir fólk sem er að huga því að fara að flytja heim því að hér er að fara árið 2026 á að vera uppbyggingafasa ár Grindavíkur. Þannig að fólk þarf að fá svona smá öryggistilfinningar hvað kannski má búast við og hvað fólk veit. Hér eru allskins kjaftasögur og fólk talar allan andskotan. Er ekki góður að stalli stafkarand? Mjög góður. Ekki? Já. Og þannig að við ætlum svona byrjum á léttunótunum og við ætlum að byrjum bara á upphafinu sem að gerðist árið 2022, fyrsta gosið, Fagradalsfjall. Já. Það er mikla gos. Benedikt, hvernig leið þér að sjá fréttinar og korteri seinna var komið eldgos eftir þessa frægu setningu? Það var svona cringe moment, sko. Já. Þetta var svona, ég veit ekki alveg hvað ég að segja með hvernig ég leið, sko. Þetta var mjög vandræðilegt, við skulum orða það þannig. En ég meina, er það ekki bara allt í lagi, þú veist. Þetta er bara, þekkingin er bara ekki þannig, við getum fullir hluti og maður reynir að koma að svona, já, nei, þetta er ekki líklegt, en svo kannski bara gerist það. Og maður er bara að taka því, en það. Var þetta ekki líka svona debútið í sjónvarpi hjá þér, eða svona Jú. varst blautur bak við eyrun hann, kannski veiða þig eitthvað? Kannski blautur bak við eyrun. Nei, ég var bara að segja það sem var konsensus, sko, eiginlega. Það, ég var að reyna að segja það á svona diplomatískan hátt, þannig að ég var ekki að útiloka neitt, en svo, já, svo bara gerist þetta er bara svona lífið. Fréttamenn geta spurt óþægilegar spurningar. Já. Og maður getur sagt aðeins óheppilega hluti, orðaðu ekki nógu vel og það er bara eins og það er, sko. Hann lendir bara í því, sérstaklega ef maður er í beinni útsendingu eða eitthvað slíkt. Já. En sko, með þetta gósið það kemur hérna spurning það náttúrulega byrjaði fyrst kvikusöfn í Svartsengi þannig að 2021. Já. Svo kemur eldgosið fram í Fagradalsfjalli eftir það. Er þetta sama kvikuhólfið að fæða bæði þessi eins og Sundungagein í dag og Fagradalsfjall? Það er nú ekki hægt að fullyrða en það er einhver tengsl við, kannski erfitt að segja nákvæmlega hverju þau eru. Hvað segir þú? Já, það er náttúrulega, sko, ef við förum bara núna djúpt, þá voru upptökin þau sömu, það möttull jarðar. En þetta er ekki alveg sama leiðin og kvikan sem kom upp í Fagradalsfjalli, sem byrjaði hérna 20. mars 2021 og það voru búið að vera þessi kvikusöfnun hér sem byrjaði hérna ári áður, hérna undir Svartsengi og svo byrjaði þetta að rifna hérna í sundur og þessi atburður hérna 21, þetta voru gríðanlega miklir jarðskjálftar og mikil gliðnun, eitthvað sem hefur ekki nokkur maður upplifað síðan í Kröflueldum á Mývatni og það voru stórt að gerast en hvort að þetta endaði með gosi eða ekki, það var mjög erfitt það að segja því að allir svona skjálftar hrynur fram að þessu höfðu ekki endað með gosi þannig að það er nú eins og það er og nú síðan þannig að það er og við er líka það bara að það borgar sig ekki að spá en það er svona ákveðna líkur á hinn og þessu og það hefði ekki gosið í Fagradalsfjalli í 6.000 ár en það kom náttúrulega það var komin það heilmikil gliðnun, það var berggangur sem hafði nálgast yfirborð og svo kom hann í gegn þannig í gosinu og það kom þetta gos sem var mjög óvanlegt, það var mjög lítið
renslið í því þegar það var mest og það var eftir 2-3 mánuði. Það var svona vel innan við 1% af upphafsfösunum í þessum gosum sem við höfum verið að horfa á hérna á Reykjanesi. Já. Pínu lítið. Og ég fekk nú gagnrýni fyrir að kalla það völuðan ræfil það í upphafi, en svo var það gos það hélt áfram í 6 mánuði en var svona eins og það væri búið til fyrir túrista. Já. Svo hefur við náttúrulega fengið þá atburði sem síðan fer Sundhnúkaröðin í gang og þá náttúrulega fer að stað atburðarás sem að er stóra gliðnunin hérna og við fáum alla þessa endurteknu atburði. Nú, hvert er þá framhaldið? Það er miðað við fyrri atburði að þá er svo að sjá að skoðum hvað hefur komið upp núna í fyrsta fasanum, þá er þetta álíka mikið eins og kom upp í fyrsta fasanum hérna fyrir 1200 árum, 800. Ekki hér heldur, það góðs ekki hér fyrir á 13. öld, hérna þessum hluta Skagans. Og þetta er álíka mikið og svo er alveg ljóst að kvikuinnstreymið hefur farið mjög minnkandi og það eru komin 2 ár og það sem að kom upp fyrsta árið 20, segjum bara frá áslokum 23 og til ásloka 24, það er bara margfalt á þessum komum på þessu ári. Og þannig að við erum að komin í mjög svona seinni hlutan á þessu, en hversu lengi þetta mun standa er miklu erfiðara að segja. Þetta getur teikst mjög úr þessu, það er ekki gott að segja. Það verður kannski langt á milli gosa, en við erum komið kannski betur á þessu eftir. Bara með þessi tengsl sko að það er náttúrulega ekki nokkulega að segja hvort þetta saman kvika eða ekki, en það voru svona ákveðnar vísbendingar að það væru einhver tengsl á milli þessar tveggja kerfa, sérstaklega í upphafi, sjáum aflögunina hvernig hún þróast, en svo er bara þetta er að gerast á miklu dýpi og það er maður getur giskað ýmislegt, en hvort þetta er það sama eða ekki held ég ekki þetta fullir og efnafræðin kannski styður það ekki. En stoppaði kvikusöfnin í Svartsengi með hann að gaus í Vartisvelli? Já, það var ekki neitt sem heiti gat. Hún var, rauninni virtist ekkert endilega tekið, hún var að koma og fara, það kom svona tímabil af innflæði og landrisi undir Svartsengi, svo hætti það, svo kom aftur, ég held að það verið 3 eða 4, en ég held að það ekki verið mikið að ráði meðan að eitthvað verið gangi í Fagradalsfjalli, ég held að það sé alveg, já. Þannig að það eru tengingar hana. Mögulega, við séum þetta sagt að það séu vísbendingar að það séu einhver tengsl þarna milli, við getum ekki sagt nákvæmlega hver þið eru. Sko það er sem að kannski ágætt að hugsa hvað veldur þessu í heildina, og það er það að við erum hérna í það tvennt, það er annars við erum á jaðri eða á mótum 2 stórra jarðskorpufleka, Norður-Ameríkuflekin og svo Evrasíuflekin og en víðast hvar það sem er þessi, og þetta er að gliðna í sundur 2 cm ári og nánast allstaðar það sem þetta er, og það eru 65.000 kilometrar af svona sprungum svona í hafinu út allan heim, en víðast hvar er þetta svona 1-2 kilometra dýpi í hafinu. Við erum hins vegar eyja og land og það er vegna þess að það er kvikustrókur sem kemur djúpt að, sennilega alveg bara neðst úr möllinum og veldur því að gosvirknin hér á þessum hluta hryggsins, Miðatlantshryggsins, er svona 4-5 sinnum meiri heldur en á venjulegum hrygg. Þess vegna verður til jarðskorpa sem er í staðinn fyrir að vera 6 km á þykkt, hún er 20-40 km. Þess vegna er Ísland til. Þannig að það er þessi mikla kviku streymi og gosvirkni sem veldur því að við höfum þessa eyju og það er það sem og þessi gliðnun, það kemur reglulega eldgos reglulega með ákveðnu millibili, en erfitt að segja nákvæmlega hversu langt er á milli þeirra, og þá er ég að tala um atburðarás, og við höfðum Reykjanesskaginn, hann gliðnaði í sundur og það gaus yfir 450 ára tímabil frá 800 þangað til 1240. Síðasta gosi var hérna Arnarseturshraunið hérna
og síðan koma 800 árum, það er 800 árum með engu og nú erum við að byrja á nýju tímabili og það er aldrei mikilvægt að hafa það í huga að þó að við séum með, þó að sé búið að vera mikil virkni núna, þá er þetta ekki eins og þetta mun hegða sér sko næstu áratugina. Það er búið að koma núna upp sko kannski 20% af því sem mann búast við að koma upp á næstu 400-500 árum. Og þá, þannig að það koma svona rykkir og við erum einmitt núna í seinni hlutanum svona rykk og þegar hann er búinn og hann er kannski sennilega kominn á seinni hlutan og það er ekki víst að það getur vel verið að komi nokkur gosi í viðbót með lengra millibili, það er ekki hægt að útiloka neitt í því en þá má búast við að komi langt tímabil, kannski 100 ár með engu en hvenær það tímabil byrjar er mjög erfitt að segja en það er alveg ljóst við erum búin að sjá toppinn á þessari virkni sem er núna, að innflæði kvikunar núna er kannski 10% af því sem það var fyrir 2 árum. Það er eitt af þessum mjög skipt en það kannski eru komin aðeins lengri inn í en já, þetta er náttúrulega flókið samspil á milli flekaskilana og kviku og það verðist vera einhverju leyti að flekaskili sig að stjórna því hvenar kvika kemst upp á yfirborð og hvenar ekki, það er að segja ástandið á henni en það sem við erum að sjá núna er náttúrulega að það sem byrjaði 23 það hefur verið hægt og rólega og bara mjög stöðugt að hægja á sér allan þann tíma það bara hægir mjög hægt á sér og við erum að sjá eins og hún segir sko 10% af innflæðin núna sem var í upphafi. Þetta byrjaði sem 2021 kviku innflæði þannig að þetta er búið að vera í 5 ár. Já, við höfum tölurnar eiga við þessar tölur eiga við frá því að byrjaði hérna á Sundhús. Sko, það er ekki alveg beinlínis samfell á milli upphafsins 21 og svo það sem byrjaði núna 23. Það sem byrjaði 21 var bara tiltölulega svona ég segi ekki rólega, það var innflæði, það var ekki eins rætt og það byrjaði 23, það var miklu hægari, svo hætti það, svo byrjaði það aftur, jafnvel hægara og svona, það rauninni var ekkert sem benti þess að var neitt stórt í vændum í því endilega, í fyrri hluta atburðarásarinnar. Og meðan vorum við að horfa á Fagradalsfjall, það er ekki fyrir bara 20, hvað var það? 23. Já, 23, en ég meina að það var bara í lok október 23 sem þetta byrjar og þá fáum við, sko, þetta byrjar Fagradalsfjalli með einhvers konar, og svo verðist þetta færa sig bara mjög hratt virknin yfir á Svartsengi og við fáum bara, sjáum það bara á 10 dögum að það er þarna gríðarlegt innflæði af kviku undir Svartsengi, miklu meira hefum við séð nokkuð tíma áður og þannig að þar byrjar einhverju atburð sem leiðir svo til Sundhnúkar, þú veist, þessara svona elda á Sundhnúkargjöfröðinni. Er ekki Sundhnúkargjöfröðin, hún gauð síðast fyrir 2000 árum? Já. Er þetta ekki eina svona basically hættulega eldgosið hérna í kringum okkur er Sundhnúkargjöfröðin? Já, það fyrir hvernig við lítum á það en þetta er svona versta sviðsmynd fyrir Grindavík. Já. Svo er náttúrulega hefði líka, ef við förum aftur á tímabilið þarna 1200 þá er það í eldvarpa kerfinu og sem er bara sprungu kerfi hérna aðeins vestar og það verða 3 gos og það flæðir út í sjó þarna og eldvarpa gosinu og það gís og gís líka norðar og bæði Bláa lónið og aflstöðin hérna í Svartsengi, þetta er allt byggt ofan á þessum raunum frá tíum 1200. Eldvarparraunum. Já, þeim raunum sko. En það er náttúrulega bara Reykjanesskaginn er þannig byggður og ýmsir staðir aðrir. Svo við förum eins og lengra burtu frá að þá vorum við komin frá stöðum, það til dæmis að það kom upp svona sprunga í Reykjavík er alveg út í hött sko. Það er bara komið út úr sprungu hérna virka kerfinu, látt út úr. En það er ekkert eldvarparraun í Grindavík? Í bæjarstæði Grindavík? Það eru hraun, sko, það er hérna, hafa komið svona litlir lekar, með síns flest hraunin hérna eru nú dálítið gömul, sko, frá því fyrri hluta nútíma, frá því Jöklalisti, Hósnesið og þetta
eldra, en það eru það komið upp svona lekar og 2000 er þessi smá leki sko svona hérna austan til, hérna vestan til í jaðri bæjarins, ekkert ósvipið sem við sjáum núna, en þannig að þetta hafi farið mikið lengra suður, hefur ekki gerst í mörg þúsund ár, og það sem við sjáum líka þegar gosin er að nálgast koma hérna og syðstu gígarnir, að þetta það tekur miklu lengri tíma fyrir kvikuna að komast þessa leið heldur en að fara beintu og það er til þess að gera lítil kvika sem kemur upp þarna vegna þess að það er bara aðra leiðir sem eru miklu auðveldari og það er þessi svona miðbyggsgos sem er langmest af virkninni hefur orðið í þessum eldum. Þegar þegar talaðum núna að þessi verið að síga á seinni hlutan í Sundungum og núna sem sagt 25 voru 2 gos og það var eiginlega bara 3 mánuðir og svo aftur gos eftir 3 mánuði. Núna eru konir 6 mánuðir sem við erum að bíða eftir og við erum á einhverju appelsínugulu hættusvæði sem sagt samkvæmt því og búin að vera hvað í 3-4 mánuði. Verður til dæmis segjum bara að þetta gjóks ekkert á þessu ári. Verður okkur í hérna Grindavík haldið þá bara á appelsínugulu sem sagt hættum að Já, þetta er svona, ég veit þetta er erfið spurning sko, en ég er bara að spá í svona, við erum búin að vera í 4-5 mánuði á þessu og svo kannski gís bara eftir, nei, en ég segi, verður þetta kannski einhver ár bara, ef það gerist ekkert nema bara kemur eitthvað svona. Sko, það er nú bara þannig, við getum ekkert svara neitt hreint út með þessa þróun. Hún er mjög óviss, það sem er skýrt, það er að hægja á þessu, það er að verða lengra til gosa. Hvað það verður lengi og þú veist, hvað þessi hali sem við köllum að segja líða á seinni hlutan er langur, er ómögulegt að segja. Og það eru ekki þannig að þessi kerfi hegði sér með þeim hætti að það hætti bara alltaf. Þetta verður væntanlega svona að það smám saman hægir á þessu og svo deyrir þetta út í ekki neitt. Þannig að það verður mjög erfitt að finna tímapunkt sem við segjum, ok, nú er þetta búið. Það verður ekki held ég gert á þessu ári. Nei. En svo er það bara ekki okkar að meta það hvenar, við erum bara að reyna að koma upplýsingum hvað gæti mögulega gerst, hvaða líkur er á því að gerist og svona reyna einhvern veginn að meta það. Svo er það rauninni bara ykkar og yfirvalda einhvern veginn að komast samkomulega hvenar áhættan er orðin þannig ásættanlega að þið getið farið að gera eitthvað. En þetta er klárlega ekki búið, við getum ekki sagt það, en það að segja síga á seinni hlutan, ég held að ég hef svo sem sagt það líka, en það getur alveg þýtt að það er 1 gos eftir, 2 gos eftir, það getur líka þýtt að þetta sé búið. Við bara, Þið vitið það ekki? Og eftir því sem að hægir á þessu, þeim eykst óvissa, það er kannski vandamálið, af því að það er bara tímafaktorinn, hann er svo langur þar sem eitthvað getur verið að gerast og eins og staðan er núna, þá er geimurinn okkur fullur. Ef við sjáum ummerkjum það að kvikgosan hættir, hvað gefur ykkur langan tíma til að svo segjum bara hætti á eftir? Sko það er voða erfitt að segja neitt að gefa sér neitt í því, sko það var við horfum til þess til Kröflu, þetta er mörgulítið hliðstæðar atburðir, nema tímaskalandir eru styttri, en þar var það var gos, nokkuð tíð gos og 81 og 80-81 urðu gos og urðu nokkur gos og síðan koma 3 ár og kvikursöfnunin yfir þessi 3 ár var helmingurinn af því sem hún er orðin núna hér, en þá kom stærsta gosið í Kröflu 84 ekki margfalt stærra en það var stærst og síðan safnaðist kvika fyrir aftur í 5 ár. Í 5 ár? 5 ár og svo kom svona eins og smá atburður, það var ekki kvikurhlaup eða svoleiðis en það einhvern veginn hætti snögglega uppsöfnunin sem hún var bara mjög hæg þarna hún var mjög hröð eftir að gosinu lauk 84 en síðan var hún mjög hæg og svo
svona einhvern veginn hlikkur á þetta 89, sumar 89 en eftir það var það búið var það búið þannig að það vitum við núna sko. En það vissum við ekkert á þeim tíma þannig að það mjög erfitt að sjá þetta var 5 ár frá því gosið hefði orðið en þannig að ég held að vera að búa við það að það verður óvissa í töluverðan tíma svo aftur allt annað mál hvað ásættanleg áhætta það stóra spurningin í þessu og ef að kemur gos núna sem nú mjög líklegt að gerist á næstunni vegna þess að uppsöfni það 1 rúmmetr á sekundu og það vantar kannski mánuður eða eitthvað svolítið sem allir komið að svipa aðstæði það ekki eins og það hefur verið hæst já, hæst það getur að fara þessum fyrir það nú það líklegt að það verði mjög hröðsöfnun eftir eins og hefur alltaf verið og svo hvernig þróast eftir það og þegar að þangaði komið mánuður eitthvað svolítið frá því gosi þá myndin kannski aðeins að skýrast hver horfurnar eru við fengum, þá var þessi mikla atburður hérna þegar að Grindavík var hreint og það fór kvika hérna undir og það gliðnaði nokkra metra það var ekki gos vegna þess að það var bara svona nóg pláss í jarðskorpunni til að taka allir í kvikunni en það var stærsti atburðurinn það var mesta magnið af kvikunni var í nóvember Þú tala 10. nóvember? Já, nóvember 23 og svo fengum við hliðstæð svolítið minni atburð þarna í apríl í fyrra og þá voru það norðurhluti og það lítur út fyrir að þetta sé allt núna sé allar spennur nokkurn veginn búnar við getum ekki verið alveg viss það en það líklegt að þetta sé búið að gliðna eins og það mun gliðna hérna hjá okkur hérna bara á bara öllu þessu kerfi en það segir okkur ekki hversu lengi kvika heldur áfram að streyma við bara getum ekki fullist til það kannski bara í teimstu við það er ekki, þessi kerfi hefðis ekki þannig að það hætti bara hlýnustum eða það er mjög sjálfgeft þetta verður langur hali af hægt minkandi innflæði sem getur varað í mánuðum eða árum saman og mann getur þurft að bíða mjög lengi til síðasta gosinu þannig að það ég held þessi óleiklegt að við getum verið í þeirri stöðu á næstunni að við getum sagt ok, innflæði hægt, nú getum við að fara að huga því hvað þurfum við að bíða lengi eftir að geta gert eitthvað ég held að menn þurfum að meta þetta samtímis og það er náttúrulega ekki byrjaðir að gera eitthvað sko já við erum ekkert það er ekki út af því sem ég er að spyrja þessu af því að lífið heldur bara áfram já og til dæmis í upphafi þá voru einhver varnagarar og þá ímynda ég mér að Grindavík hafi verið miklu meira hættusvæði heldur en hún er í dag. Klálega. Nú er konir varnargarðar og rúðrar og alls konar viðbragð. Hvað getið þið sagt mér eitthvað, hafið þið eitthvað vitað hvað er miklu minni hætta núna sem sagt í dag heldur en var 10. nóvember þegar við vorum ekki með neitt, enga varnargarða, við vorum ekki með flautur eða almannavarnir eða neina þekkingu eða litla á hvað var að gerast. Já, sko það er erfitt að það sýnir sig að það er svona hvert kerfi hefur ákveðin sérkenni. Kröflueldarnir voru gríðarlega mikið lærdómur. Tímaskalinn þar voru lengri en eru hérna og en sambærilegt margt. Svo höfum við Grímsvötn og Bárðarbungu og þessi kerfi og þau hafa öll svona svolítið sinn og Hekla og þau hafa öll svona svolítið sinn sérkenni. Við erum hins vegar með allt öðruvísi að við fáum atburði sem að eins og það geta orðið í þessum stóru eldstöðvum svo Heklu, Köllu eða Grímsvötnum, Bárðarbungu. Það er ekkit svoleiðis engar atburðir sko sem er að svipari stærð en svo Hóluhraunsgosið það sem búið að koma upp núna er sko bara í heildina og hvert gos er bara pínlítið brot af Hóluhraunsgosinu og það sem kom upp í Hóluhraunsgosinu er álíka mikið eins og kemur upp í Skaganum á 300 árum en
svo líða 100-200 ár sko, þar á þess að neitt gerist og svona, það bara miklu stærri atburðir sem verða í gegnum þessum stóru kerfi og en við verðum samt að við erum náttúrulega búin að læra heilmikið og það alveg ljóst að áhættan hérna í Grindavík ekki, hún miklu betur varin. Það mjög ósennilegt og við sjáum þar þessi 2 atburðir þegar kvika fór virkilega til suðurs og hérna og gaus hérna að fyrirvaran var miklu lengri, það miklu erfiðara fyrir kvikuna að komast þessa leið og svo hún fær sig meir í norður og í miðbyggið. Þannig að ég myndi segja að langtímahorfur Grindavíkur eru bara nokkuð góðar. Það ekki að útiloka allt þar á vestaveg en það mjög ólíklegt. Og ég myndi halda að ef við segjum þá bara nú hefum bara að hérna það allt ónýtt hætta öllu þá eru skilgreina aldtjón en það bara hér gríðarlega góð höfn miklir innviðir og ég held að það snúist núna það að aðlega sig að þeirri stöðu sem og reyna að byggja upp og halda hlutum áfram vegna þess að það er bara mikilvægt fyrir okkur fyrir þjóðina og náttúrulega Grindvíkinga líka og bara að það sé svona það þarf að svona halda það þarf að berjast já. Og horfurnar eru nokkuð góðar en nákvæmlega tímaskalarnir núna að ákveða hvernig hvað á að gera hvenar erfitt þá verðum að fá þetta gos sem væntanlegt og mjög líklegt alla líkur á að verði og í framhaldi af því hvernig kerfið hegðar sér að það svona hjálpa mikið við að ákveða svona hvernig þetta en ég held að langtíma horfur Grindavíkur þó það sé ekki að útiloka að hlutinni séu að eitthvað fari mjög illa þá er það öðruvísi heldur en þetta hefur hegðað sér í mörg þúsund ár hérna og endurteknir atburðir en ég lít svo á að þær séu góðar og það sem hefur verið unni hérna í stóru myndinni varnargarðakerfið og allt saman þetta hefur skilað sér alveg feikilega vel og þetta eiginlega einstæmi á heimsvísu svo mátt okkur á því þannig að í stóru myndinu þá séu allt fullt af núansum og hlutum sem að koma ekki sem að eru svona og svo kannski teknar ákvarðan sem voru kannski óþarlega strangar og allt þetta en í stóru myndinni hefur hérna held ég að við getum sagt að það hefur verið brugðist við þannig að það er búið að verja mikilvægustu verðmæti og innviði og framtíðar horfur séu góðar en nákvæmlega tímasetningar mjög erfitt að segja þannig ég myndi segja að í stóru myndinni þá þetta að það skulle hafa tekist að verja Grindavík og það hefði ekki verið konið varnargarðar þarna í maígosinu í fyrra nei, það er ekki fyrra, heldur 24 þá væri verulegu hluti bæjarins undir rauni þannig að þetta þannig að í stóru myndinni að þá er þetta árangur sem vekur eftirtekt mjög víða heim Þannig að þið alveg hlynnt í því að hérna og finnst bara ekkert að því að bæjarið vildi alltaf opna skóla henni í haust og Ég ætla að reyna að halda mér utan við það að hafa skoðun á því hvenar þið eigið að fara inn og byrja að búa og þú veist en það bara það er kannski ekki alveg okkar hlutverk en hvað var þar áhættu að það var alveg skýrt að áhættan í Grindavík hefur farið við getum bara sagt að hann hafi farið hægt minnkandi með tíma eða fyrir ekki hættan í Grindavík sko segja það þannig hefur farið hægt minnkandi með tíma síðan þessi atburðarás byrjaði bara samhliða því að innflæðið hefur minnkað og atburðarásin að þróast síðan hefur áhættan líka minnkað í stökkum bara vegna þess að menn hafa byggt upp varnir áhættan verður aldrei 0 Nei. Það er bara, það gerist ekki það er ekki eitt bæjarfélag í landinu sem er með áhættu 0 við að búa þar en hvenar þessi hætta eða hvenær hættan er farin það niður að áhættan er ásættanleg
Sko, ég vil helst ekki vera mikið í þeirra umræðu því að það er rauninni, það er ykkar, það er yfirvalda, það er annara að taka þá afstöðu til þess, en ég get alltaf náttúrulega sagt að þessi hætta hefur minnkað og fer ennþá minnkandi með tíma. En þið finnst ekkert að því? Ég hef ekkert við að aðtöð, ég myndi ekki fara í fjölmiðl og segja nei, þetta er brjálæði, sko. En svo er það bara mat fólks, sko, hvað svo eins og einhverju hópa, hvað er best að gera. En nei, ég myndi ekki flagga því sem einhverju algjöri klikkun, sko, alls ekki. Hvað segir þú, Magnús? Ég myndi ekki gera það heldur, en ég myndi segja að það sé mikilvægt, það sé allt í lagi að hafa þetta plan, að það verði svona farið að byggja upp infrastruktúr hérna. Það þarf að vera mjög góð plön hvernig skuli hérna rýma og farið yfir það reglulega. Bara eins og hefur verið til dæmis á Vík í Mýrdal. Það var æfing á hverju einasta ári, þar sem að líka til dæmis leikskólinn niður á sléttunni að labba upp í líðina og í hús þar til þess ef að þeir kemur til rýmingar ef það stemdi í köttulög og það þarf að vera sem sagt mjög góð ef að farið það skrefur stíð að það sé sem sagt opnað hérna skóli og fleira að þá verður að vera mjög skýrar áætlanir og æfingar hvernig skuli bregðast við og þá er það bara partur af lífinu hérna og ég myndi segja að atburðarásin á næstu mánuðum, hvernig verður hún, auðvitað getum við ekki útilokað að það sé eitthvað aðeins eftir að við fáum gliðnunar atburð eins og kom í apríl og það er ekki að útiloka það, en það virðist vera að mest af gliðnunum sé bara upphafin og það sé búið, en við getum ekki alveg viss. Þannig að það þarf að búa sig undir þetta, en ef þetta þróast þannig að það hægist stöðugt á, gosvirknin leitar meira norður, þá, og miðbyggið á norður, þá verða horfurnar alltaf betri og betri. En það þarf alltaf að búa sig undir vestantilfelli. Og ef að það er, ef að þannig er staðið að þessi fari mjög varlega í þetta, en stemt að því að byggja upp bæinn aftur þá held ég að það sé eðlileg nálgun að ég er ekki að tímasetningar bara almennt séð því í meginatriðum þegar við horfum til lengri tíma eru horfurnar góðar. Ég held að það sé lykilatriði í þessu en tímasetningar við erum bara að sjá hvernig þróunum verður á næstu vikum og mánuðum upp á það hvaða tímasetningar eru á hvað maður kalla atburðarásinni eða slíku. Ég held að þessi lykilpunktur hjá hann þegar þið og aðrir hafa ákveðið að þetta nú sé forsvaranlegt að fara að byggja upp eða fara að koma af stað innviðum, skólum og öllu þessu að þá séu einmitt plön viðbrögð ef að það ólíklega gerist og það er bara hluta því að búa hér á þessari eyju að vera með viðbragðsáætlanir og gera sér grein fyrir hættunum. Þegar að menn eru búin að ákveða að áhættan sé komið niður fyrir einhver mörk sem er ásættileg. Það er náttúrulega, við búum á Íslandi sko, og það er ekkert öruggt og ekkert útilokað, þannig lagað. Nei, það er... Þannig að þú veist... En hérna, langar að fara aftur. En það er einhver level af áhættu sem að menn segja, þú veist, ok, þetta er ekki forsvaranlegt, en svo getur, og sömuleiðis, nú er það orðið í lagi, sko, en hvar þessi mörk eru, þetta er bara mjög stórt bil og getur verið mjög mismunandi eftir fólki og aðstæðum og það er ekkert mjög svona hardcore í því hvernig þú ákveður slíka hluti. En ef við búum á Ísafirði eða Akureyri eða þar, þá held ég að sofa mjög róleg yfir einhverjum spátum og það getur gosið þar sko. Tökum sem dæmi, en þetta er bara mismunandi. Hér eru til dæmis ekki snjóflóðahætta og tökum það sem dæmi. Þetta er bara svolítið svona. Grindavík er miðað við flesta staði býsna útsett fyrir gosvirkni. Þegar þessi atburður er búinn sem að nú er
við erum komin í seinni hlutin á þá sko ég meina langt hér sko það er svo með hérna ef við tökum það mikið svona rakettursala og hérna sem er búin að eiga sér stað út all land og svona og ef þú geymir tonn af rakettum og dóta einhvers staðar og þá er það náttúrulega viss áhætta að geta sprungið og brunnið og við vitum að það hefur gerst en ef það er tómt og það er ekkert í geymslunni þá getur það ekki gerst og þannig að þegar til lengri tíma litið að þá er mjög erfitt að sjá að þá verður Grindavík komin á stað þar sem hún verður bara ansi örugg að einhverju svona atburði geti gerst eru bara mjög ólíklegir vegna þess að tankurinn er þá tómur, það er búið að tæma þann tank sem getur komið og það eru þá langtíma horfurnar og þá eru líkur á að eitthvað gerist hér, eldgos og slíkt eru þá bara þar uppurið og mun ekki og þannig að þegar að þessi atburður er frá og allt þetta þá getur Grindavík verið á býsna góðum stað það bara svipaði svo að hérna það sem er nýbúið að vera gos bara að komi annað það verður þá sjáum við mikla fyrirvara eitt hérna sem ég verður að bæta við móðbróðum minn var hérna í almannavörnum í mörg ár hann sýndi okkur hérna eitt tölvulíkan ef að Katla myndi gjósa það myndi flæða niður vestamegin já þú voru ábyggilega að sé þetta vídeo Jú, ég tók þátt í þessari vinnu á sín tíma fyrir 20 árum. Þar kemur fram að í þessu vídeo að vatnshæðin í flöskustúrnum inn í Þórsmerkur er á 30 metra há á fyrstu 30 mínútunum. Í þessari hermenn, já, þetta er vestatilfelli. Já, og hérna... 30 metrar, ég kannast nú ekki það með Þórsmörkina, en ok. Nei, ok, og vatnshæðin á Kolsvelli voru hann 2 metra há á, 40 mínútum? Nei, það er nú ekki 40 mínútur, það tækir slíkt hlaup eða kæmi þetta niður, að þá er það sennilega 6-7 tíma að renna þetta frá Hentujökli og 6-9 tíma áður en það nálgaðist Kolsvöll. Þannig að það er ekki, en eins og það kemur þetta sem bylgja, alveg svo hlaupið sem kom úr Grímsvötnum 1996, að það kom sem flóðbylgja, allt öðruvís en jökulhlaupin sem við erum flest sem við erum búin að sjá. Og af því að það var svona eiginlega bara Grímsvötn, það brast stíflan og búið að safnast þarna gríðarlega mikið vatn sem kom úr Hjálpargosinu 1996 og svo kom þetta allt við í einni gusu og kláraðist á 2 sólarhringum, 1,5 sólarhring, gjör ólíkt venjulegum Grímsvötnarhlaupum og þessi hlaup sem að Kötluhlaupin hafa tilhengu til að vera svipuð, svolítið flóknara, ekki og langt mál að fara út í það en eins og á Kolsvelli og þar að þetta eru þó nokkrir klukkutímar sem myndu líða áður en að hlaupið næði þangað en þegar að ef þetta er svona flóðalda þá kemur hún og þá er hún kannski 2 metra há og það er til mjög dramatíska lýsingar til dæmis úr Álftaveri frá 1918 þegar þau voru að smala og svo sá nú ekki til jökulsins en svo heyrðu svona bresti og svo verðum litið aftur og sjá þá flóðöldu koma sem var svona 2-3 metra há niður var við þessari voru og það varð smalamennum til lífs að þeir höfðu fengið óþreytta hesta morguninn og þeir hleyptu hestunum og komust og verðu að yfirgefa féð og komust undan hlaupinu úr Álftaveri og það mista mjög dramatíska lýsingar en það eru svona frontar sem að það verið að tala og þá að þetta hækki svona rætt þarna á þessum slóðum ef þetta gerðist að það byggist á þessu en það líða margir klukkutímar áður en gosið hefst þangað til að hlaupin er þannig niðurtir. Fyrir mér er ég miklu hræddar að vera í Fljótshlíðinni heldur en að það er alltaf að vera hér sko. Já, ef þú ert í Fljótshlíðinni er ágætt að vera með farsíma með þér og hafa hljóð á honum en ég meina ef það kæmi svona atburður hann myndi náttúrulega gera boð á undan sér og það koma jarðskjálftar og það verða tilkynningar og það eru rýmingar og allt þetta þannig að ég er svona best að svo rólegur en eins og er ekkit endilega sniðugt að byggja til dæmis eða einhver allar setja upp hérna sumarhúsabyggð á Mýrdalssandi þá myndi ég nú segja að það væri nú með vitlis sem hún gerir En hérna þú talaður kvikugang áðan 10. nóvember
kvikugangurinn náði hann undir Grindavík eitthvað mati Já, það fer ekkert á milli mála. Ég held að það sé mjög erfitt að skýra það sem gerðist 10. nóvember öðruvísi en með því að það hafi farið kvika undir bæinn og raunar út í sjó undir sem sagt suður fyrir bæinn. Ég veit að það hafi verið umræður um að þetta sé bara tektonist, en það er mjög erfitt að búa til einhverja eðlisfræðilega skýringu sem að gengur upp ef það er ekki kvika til staðar hérna. En nú hafa bara virtir vísindamenn að þið til talað um að þetta hafi verið bara að flekin að síga. Haraldur Sigurðsson, Þorvaldur okkar hérna. Já, þeir eru nú ekki á þessari skoðun í dag sko. Nú hafa þeir breytt skoðun. Þeir heldur fyrirlestur í fyrra að Þorvaldur hjá Lions í Grindavík, þar komuði með þetta fram að þetta væri bara þessi 15 kilometrar fleki eða hvað sem hann er stóra, segum 1:30 og línan er hérna bara vestamegin í bænum sko. Ef við horfum á svona atbyrði bara yfir höfuð, ekki bara Grindavík, við horfum á Kröflu, við horfum á Öskju 875 og fleiri svona atbyrði, bara stóru eldstöðarnar, það er alltaf kvika tengd þessum stóru glinnunatbyrðum og við erum að sjá kviku koma upp tugum kílómetra frá eldstöðinni sjálfri eftir þessum sprungusveimum. Það hlýtur að vera vegna þess að kvika er til staðar og kvika er inn í þeim prósess að opna, hvort að það er kvika sem dregst inn í sprungurnar sem myndast þegar þú opnar, eða hvort það er einhvers konar víxlverkun á milli, en það er alveg klárt, held ég, þú veist, það er aldrei neitt alveg klárt, en öll gögn benda til þess að þarna sé kvika á ferðinni og það sé kvika sem fór undir bæinn. En sko, ég á mjög erfitt með að sjá sko hvernig þessi atburðarás á að hafa geta orðið án kviku með við það sem við erum að horfa bara öll gögn sko, í tengslum við þetta sko. Þetta er alveg eins og Benni bendir á sko. Þetta er nákvæmlega svona og svo seg náttúrulega Svartsengisvæðið mjög mikið og það er nú bara þannig, ef það var engin kvika, hvað gerist þá? Þá myndast holrými og ef að holrými myndast niður í jörðinni, hvað gerist, hvað myndi þá gerast? Þá verður það eins og svona, það vantar, það er ekki loft á það, þá er það bara eitthvað sem sogar allt til sín og þetta er sprunga sem opnast og svo kemur kvika, það er alveg ljóst að það er kvika sem að flæðir inn og hún fer og hvert fer ef við hellum vatn einhvers staðar, hvert fer það fer þangað sem auðveldast er að fara, það flæðir bara þá leið sem að svona liggur beinast við og kvikan er alveg eins hún bara flæðir upp og það er þrýstingur sem ýtir henni áfram og hún flæðir eftir sprungunum og við sjáum þetta allstaðar. Við sjáum þetta ef við förum í rofna bergstaflan í bara Vestfjörðum og Austfjörðum og allstaðar, þá sjáum við þessa ganga og svo horfum við nú á þetta gerast í Holurhrauni 2014-15, þá var það voru nú ýmsir sem að hafa svona bergfræðingar sem voru svona vissar efasemdir að þetta ætti við þetta virkaði svona vegna ýmsar bergfræðilegra ástæðna og það var góð og gild rök en flest skipti allir skoðun eða svona breyttu sko þegar við sáu þetta gerast þar var það þannig að það byrjar sem sagt að mikil skjálftar hérna í Bárðarbungu og síðan teygir hún sig í norðaustur og landi fyrir að gliðna í sundur og síðan finnst Öskjusig að Bárðarbunga er að síga komið Öskjusig í Bárðarbungu og gosið hefst í Holurhrauni og gosið í Holurhrauni það var safnað tekin berg síni á cirka viku fresti til þess að skoða hvort það var eitthvað breytileiki þetta var alltaf nákvæmlega eins og hvað þýðir það? Þetta var eins og þetta við sjóðum, ef við setjum hérna eitthvað hérna á pönnuna í pott og við hrærum ekkert í því það verður ekki gott, það verður svona blandast ekki og kvikan sem kemur hérna upp
hún sýnir það að það séu svona fullt af litlum pókum svona aðeins og eða silla sem er svona mjög löng og þá blandast lítið milli endana, þannig að það er smá breytileiki í kvikunni sem er að koma hérna upp sko með tíma og annað. En holurhraunið til dæmis og Skaftárelda virka eins, það er allt eins, það er eins og það kom úr einum stórum hrærðum potti sem passar við þetta kvikuhólf sem að var að tæmast, þannig að það séu sem sagt hérna, að það séu einhverju miklar svona tektoniskar hreyfingar og gliðnun og það sé engin kvika sem komin eitt nálægt í, það er sennilega engin merki það, en það er hins vegar eru vissulega gliðnunaratburðir það sem að gís ekki, en þá myndast berggangar og síðasta dæmið þetta er akkúrat atburðarásin hér 10. nóvember. Þannig að það eru sambland. Þetta eru öll sko og það eru svona og það eru flestir sko, það er ekki þannig að það séu sko við erum að tala um að það er svona aðeins mismunandi túlkun að þá er það svona kannski ákveðin blæbrigðamunur. Það er enginn sem heldur fram að sé engin kvika í gangi hér, það er bara ekki til og enginn, allir á tí en kannski ákveðin svona blæbrigðamunur, en þetta sýnir sig að þetta væri kviku innskot, það passar allt saman og það er engin leið að ef það var ekki kviku innskot og þetta gliðnaði kannski alltaf 6 metra hérna undir, hvað er þá þar? Það myndi þá tíða að vissulega það getur svona brotnað upp og svona, en það bara engin það myndi vera gríðaleg freisting fyrir kvikuna flæðaðanga vegna þess að það er hérna bara, þið veitir, við tökum flösku af hérna eins og kampænsflösku eða freyðvín og hristum hann eða kóklösku, opnum hann og svo, það byggist upp þrýstingur, hvert fer þá, það fer út gatið, það fer þá þessi þrýstingurinn er minnstur og þetta bara hefði þessar alveg eins. Bara einföld spurning sko, hvað var það var mikið sig í Svartsengi í þessum atburði, hvarf bara rúmmál undan Svartsengi, hvert fór það ef það fór ekki inn í gang? Það var að svara þessu? Nei, ég meina þetta er svona, þú þarft að svara svona spurningum og ætla að halda þig fram að það var engin kvika verið. Við erum ekkert að segja, þú setja alltaf þessu. Það er ýmsar, það er bara en er þetta sambland af teknískum hreyfingum og kviku? Já, klárlega. Algjörlega. Þannig að þetta eru flekaskil og þannig er víxlverk milli flekaskilana og kviku kerfisins eða eldfjallakerfisins. Og það er alveg skýrt sko, og tektonikinn stýrir mjög miklu sem er í gangi. Það er svo eftir annar mál. Ok, og við erum að tala um sem sagt, einhvern kvikugang sem fór undir bæinn. Er þessi kvikugangur þá bara storknaður núna? Já, hann er storknaður. Hann er storknaður, þannig að það kemst ekkert önnu kvika eftir þessum kvikugangum? Ekki í dag. Það eru sko tvö á það eru svona fyrir eftir breyttinni hvaðan kólnar hratt sko og hvaðan er djúpt en hitinn í berginu umhverfis á efstu 5 kílómetrónum er kannski 300 gráður það er bara berg sko fast berg og svo kólnar gangurinn og ef það kemur ekkert nýtt að þá bara storknar hann og eftir það hann er storknaður að þá er hérna, þá getur ekki flætt eftir honum ok, ef hann storknar að þá hérna, dregst hann aðeins saman getur verið að það sé en til þess að kvika komið svo í gegnum eftir kannski einhverju sem var 10 cm hún fer nú ekki mjög langt ég er að tala með það 6 metra gangur ef hann segjum það og hann skreppur saman þegar hann kólnar og þá verður kannski 30 cm eitthvað svoleiðis af sprungum og kannski á 2 stöðum og kvika fyrir eitthvað að tróða sér þar inn að þá fer nú ekkert langt nema þessi einhvað sem að togi í sundur og opni meira fyrir en ef það er ekki og það gerðist örugglega í janúargosinu að þá fór kvika eitthvað hér undir aftur og nú eftir það verðist nú vera þetta sé nú bara hérna sunnan til að þá sé þetta er bara allt stappfullt og ekkert pláss lengur og engir kraftar lengur til að rífa þetta í sundur. Hvað var þessi kvikugangur djúpur? Fór hann ekki að tala með hann séu á 5 kíló, 5 eitthvað? Já, 4, en kannski niður á 4 til 6 eitthvað svoleiðis, þetta er náttúrulega allt líkun sem
sem hafa sínar óvissur og annað en þetta er einhvers staðar þessu bíli sem hann næði niður. Af því að sko fólk var náttúrulega skellt hérna 10. nóvember og skiljanlega. Þannig að þessi gangar, eða þessi kvikugangur og kannski eru bara lokaðir í dag. Já, og ég og ég meina að við getum ekki útiloka að komast eitthvað í viðbót þarna. Kvikugangur undir Grindavík er svona semi-lokaður, eða hvað? Já, og ég meina við höfum ekki séð síðan í janúar atburðin 2024 þá hefur ekki orðið veruleg gliðnun í Grindavík. Mesta gliðnunin, það var svolítið gliðnun núna í apríl innskotinu en hún var bara stærðargráð minni sko. Hún var bara einhverju örfáðu sentimetrar. Meira í sentimetrum sko. Já, hún var bara í sentimetrar, 2-3 sentimetrar eitthvað svoleiðis. Þannig að það er nú allt sem bendir til þess að það verður nú ekki mikið meira allavega sem kemst inn undir Grindavík. Fyrir en bara það er búið að toga aftur vel á jarðskorpunni eftir einhver 1000 ár sko. Já, við getum tekið þetta mál upp eftir 1000 ár og þá hérna. Ég ætla ekki að vera en sko til að taka fyrirvarana líka, það er kvika að safnast fyrir út í Svartsengi. Þetta er ennþá heitur efnismassi þarna og það eru sprungur þarna og við getum alveg séð einhverja kviku koma inn í áttina Grindavík aftur, við getum ekki útilokað það, en líkurnar á því minnka með tíma og það er líka búið að fylla upp í, þannig að atburðurinn það var aldrei mikið rúmmál sem kemst. En þetta er mjög mikilvæg punktur að við getum ekki útilokað að það sé allt búið hérna, en líkurnar orðna mjög lill. Já, og það er kannski það sem við sitjum uppi með þessu, við erum alltaf að tala líkur, við getum ekkert fullirt neitt því að við höfum ekki þannig innsýn í jarðskorpuna á 5 km dýpi sko. Það er ein pælingan hjá mér. Hvernig myndar Sigdalir? Þeir? Ég meina skilur þetta er eins og Sigdalur hérna vestamegin við okkur. Hann er allar upp í Kirkjudal og ég veit ekki hvað þetta eru margir kilómetrar á stærð og hann seig hérna og hann seig 1,30 var bara alltaf hólrými undir þessu staði. Nei. Það var til hólrými. Það sem er í gangi er að við erum á flekaskilum og jarðskorpan er nokkuð með bara, hún er ekki alveg samfelld en hún er nokkuð samfelld á þessu tímabili þegar ekkert er að gerast en flekarhefingar eru virkar, það toga í jarðskorpuna og það tegist á henni og togspennur í jarðskorpunu aukast með tíma. Þannig að þetta er bara eins og þú sért að spenna gorm. Síðan er kvika inn í þessu kerfi sem að byggist upp og potar í þessa spenntu jarðskorpu. Einhverju tímapunkti verður hann einhver víxverkun á milli og mögulega opnar kvikan nær hún að brjóta þessa spennu. Þá getur jarðskorpan bara hreinlega opnast eins og rennilás. Það er bara það sem við sáum 10. nóvember sem það gerist svona hratt þú er bara með eitthvað tóða bara eins og að vera að klippa gorm og þó að það komi og þá myndar hólrými og það hólrými tóðar í kvikuna væntanlega og þetta er einhver svona víxverkun samt sko, kvikan hefur líka er líka að ýta og þegar þetta gerist þá sígur að það bara, ef þú opnar það bara sígur ofan í dalinn sem þú myndar við opnunina þannig myndast þessir dalir og já þetta er nokkuð skýrt ég er alveg saman þessu við bara tökum hérna segjum að við fyllum svona, tökum hérna 2 stóðir af hérna bókastóðir og setjum sem eru kannski meter á lengd og setjum svo sandinn á milli og tökum svo færum maður í sundur þá sígur sandurinn og það eru Sigdalir í prinsipinu það sama og þetta er bara eins og þetta hegðar sér og svo er annað eitt sem er kannski varðandi það hvernig ástandið er hérna eða hvernig þetta hegðar sér að skorpan hún er búin að vera tóðast í sundur og spennast í nokkur 100 ár og það sést til dæmis á því að við tökum GPS-stöðvarnar sem eru næstar sitt hvoru megin næstar Sunnhús gígaröðinni og mælum hver breytingin hefur orðið í færslunni þar á milli þá er hún margir metrar
ég hef ekki alveg töluna á hreinu, en ef við förum miklu lengur út, ef við förum til dæmis bara út í hérna, eldvörp og svo svolítið lengra, að þá færslan sem orðið á punktunum sem eru mun lengri í burtu, hún miklu minni. Af hverju það? Það vegna þess að þetta að þar hefur skroppið saman. Já. Af því að þetta var svona eins og ef við tökum gorm og tókum hann í sundur, þá voru hann lengri og lengri, svo slitnar hann, þá styttist hann aftur. Já. Þetta alveg nákvæmlega það sama. Og en núna virðist allar þessar spennur sem að orsökuðu þetta, þær virðast vera búnar. Því við fáum sáralitla skjálftavirkni og samkvæmt þessu, en kvikusöfnin ennþá í svolítið gangi. Þannig að tektóníski atburðurinn sennilega búinn, en það ekki, við getum ekki alveg viss það, gæti verið eitthvað aðeins eftir, við getum ekki verið alveg viss, það var alltaf kom þetta seinni hlutin þarna, við getum ekki verið alveg viss þetta og þarna norðan megin, en kvikan ekki alveg búin. Eftir því sem að kviku var meiri gliðnun hann norðar, þá ekki að pressast meira saman hér? Þetta ekki svona hringur sem ég alltaf sé hjá okkur á kortunum, það kemur svona, þetta appelsingul og rauði og þenst, það kemur gliðnun hér og svo eins og klemmist saman hérna utan að það. Sko, ekki alveg, sko, þess að þú opnar, þá ertu með einhverja sprungu eða eitthvað, einhverja sprungu sem hefur einhverja lengd og opnar þetta svona og það sem gerist að það ekki að lokast við endana, það að færast inn í áttina til, þú fær hreyfingu sem opnun, það að segja út frá sprungumynduninni og við endana þá færðu hreyfingu sem í áttina inn eftir sprungu stefnin. Þannig túlkar maður þetta hérna dýból sem þið sjáu þegar að sprungurnar verða til. Ef við förum eins og vestamegin í bænum, þá virðist sko hafa gengið saman. Sem sagt, ég myndi telja að það hafa lokast sprungur sem voru þar, meðan að það gliðnuðu austan megin. Er það ekki rétt? Það getur alveg verið. Sko, maður sá gangbraut til dæmis hellurnar, þær voru kannski orðnar svona og í einu húsi sem að félagið minn býr í að hérna inn á pallin hjá honum, sem sagt það var timbur á milli húsana, það var gengið saman. Þannig gat ekki opna hurðar. Þetta bókahellan sé svolítið gott, þetta bara svolítið svona, þetta svona fullt af svona kubbum, fullt af svona kubbum og þeir svona færast svona svolítið á misvíxl, ganga saman hérna og glöðna sundur þarna og bókahellan gott samanbörð. Við tökum bók út og færast bækurnar til og það hérna og svo kannski bók sem stendur og dettur til hliðar aðeins sko. Þá minkar bilið á milli öðrum megin en vex hinum megin. Þetta er samlíking sem að á ágætlega við Grindavík. Þú gerir það sko. Það bara ef þið með eitthvað sem teygt, þú klippir það sundur, þá fjapast það saman annars staðar. Þú ert alltaf þú ert með gliðnun og einstað, þá verður þú að vera með samþjöp einhvers staðar annars staðar því að efni fyrir, það hverfur ekki. Og ef fólk vil, og bara fyrir ekki innskotu, en ef fólk vil svona tjekka og skilja þetta betur, þá er fólk að taka teygju sem á heima hjá sér, toga svolítið í sundur og svo einhverja klippa á hana, þá sjástu hvernig hann rekkur saman og verður styttir en teygjan var. Þetta er bara nákvæmlega eins, ekki þetta er sama prinsip, að það er spenna sem er að toga bergið í sundur og svo þegar að hérna hann rekkur brotnar, þá skreppur saman sitt hvorum megin við. En hvað þá þetta með eins og íþróttahúsið og kirkjan og hérna það eins og það hafi sem sagt það sé eitthvað miðja eða þú veist það hafi ekki það sem að Stammbólsskjáin vestamegin við íþróttahúsið það eins og stóð það bara það segir ekkert sá hluti miðhlutin einhvern veginn. Það er eins og það við síðu austamegin og vestamegin en svo séu eitthvað miðhluti þarna kjurr. Þetta eru bara flækjur, þetta er bara eins og í bókahellinni sko að þú tekur eina bók, þú veist ekki nákvæmlega hvaða bækur færast til, þetta er svona eins og kubbar. En þetta passar ágætlega við það að fyrsta innskotið, það kemur vestal í bænum, það fer held ég undir Stammbólsskjána. Janúar, þá verður gliðnun
punktar í bænum Já. og það skilur eftir einhvers konar miðju þannig að ég get alveg þú veist, það stemmir alveg sko. Það er einhver miðjaðna sem segi ekki já, eða lítið eða minna af því að á sumum stöðum eru komnir hálfgerða brekkur upp í miðjuna Já, það er bara eins og svo hinum megin segjum bara að það sé, eins og fyrir aftur í bókahillina, það sé dálítið svona mjög þykk bók þarna og svo færist þetta til og þá stendur hún eftir og hefur ekkert fest til þetta er bara svolítið svipað þetta eru kuppar og þetta er bara rifnaði sundur og þá er kannski eitt stykki í miðjunni sem að hreyfist voða lítið sko. Bara, ef þú aflagar efni þá aflagast það ekki slétt og þú veist allt eins það verða þú veist það verða misfellur í því stóra myndin er einhver þú veist það slitnar það þjappast saman og svo verða svona á minni skala alls konar flækja þar sem þú ert með samþjöppun, gliðnun skilur og það er kannski eitthvað sem að þú getur ekki mótilega nákvæmlega en það er stóra myndin sem þú getur séð En bara svo þessar þá finnst mér ég nú ekki kemur öðru hvoru og ég sé mikinn mun á því maður sér eiginlega lengar opna sprungur lengur miða við fyrir kannski fyrir ári síðan sko eða 1,5 ári síðan sko að það er mikill munur á því hvað hérna þessar opnu sprungur sem maður sá í það þetta er eiginlega alltaf búið að svona hylja þetta og fylla þetta það er mikil breyting orðið hérna í bænum það er búin að mjög duglegir það er stemt öryggi hérna bæður mjög gott hérna við langar að spyrja ykkur með frá sko ef að Krafla var í 9 ár og þetta er helmingi fljótar atburður sem er í gangi í dag ætti það ekki að vera helmingi styttra? Það var mjög valið að bera svona taka svona atburði bara og ég vil fara það og mynda skalar en jú, þú getur sagt það í fyrstu nálgun mjög líklega en það er alveg ljóst atburðar á sem hér miklu hraðar heldur en í Kröflu okay. en nákvæmlega hvernig munurinn á tímaskólunum við vitum það ekkert fyrir en að þetta er búið Það var erfitt að fullera neitt þetta við horfum á sko lokafasan hérna þá var gos 20 og eins og ég að þetta 1224 1226 eða 1230 og svo 1240 ef að það gos myndi endurtaka sig hérna Arnarsetrið segjum svo að það gesi þar einhverstað ég sé nú ekki alveg að það var eitthvað alvarlegt fyrir Grindavík sko. Nei. Ég bara sé það ekki og það er bara það er óvissa framtíðarhorfurnar eru samt sem áður verður að teljast góðar tímaskalinn nokkuð óviss ég held að eina sem skiptir máli er bara að sýna þrautseigju og stefna því að hérna, og ef að ekki gerast eitthvað virkilega óvænt sem við með alls ekki vona á að þá séu framtíð Grindavíkur björt hortið til lengri tíma hérna skalan veitni við 10 hver er líkun á því að hérna þetta er bara spurning sem við fengum og við letum fólk spyrja út í bæ sko. Okay. Þannig að ég er svona alltaf að henda einn og einn inn sko. Skalan veitni við 10 hverjar eru líkunar á að gjósa inn að Varnakara aftur á meina 1 við 10 ég með segja sko, 10 er mikla líkur ef ég segi eitthvað að þessu litla líkur þá gerist það þannig að ég ætla bara ekki að gera það en ég get sagt að það eru minni líkur en sko ég myndi segja ef það gerist sig innan Varnagarðsins þá væri það bara einhver smá leki á öllum líkindum og með ekkert voru alltaf upptekin að því ef við fengjum aftur einhvern svona atburð eins og var í apríl í fyrra hann var náttúrulega gerði eiginlega ekki neitt sko og það er langt líklegast að það sé þar að þetta verði þar ekki að þú útiloka að eitthvað aðeins gerist hérna nálægt eða fyrir innan en að það komi upp eitthvað verulega mikið gos það væri bara allt öðruvísi heldur en hefur sést hér bara síðan að jöklar fóru af landinu að það gerist og af hverju er það vegna þess að við erum komin bara töluvert út fyrir miðju sko flaugaskilan þannig að þetta er svona svolítið þannig að það er ekki það er ólíklegt
ekki útiloka en varnargarðarnir eru hérna það er mikil vörn í þeim og mjög ólíklegt að koma upp einhver verulega mikið raun sem myndi kaffara bæinn það væri það einhvað sem hefur ekki gerst í mjög langan tíma og vissum sér ekki að útiloka neitt en það er bara svona en það er kannski það sem við þurfum að horfa á sko. Það er Jarðsagan hann segir okkur að þetta er bara mjög ólíklegt og hefur bara ekki gerst allavega ekki í þeim gögnum eða því sem við sjáum þróunin er ekki að stefni það átt að þetta að líkurnar að þessu aukast Nei. en svo eru fullt af óvissu þáttum sem við getum ekki fullt neitt og óhendur hluti gerast og ég meina en ekki miklu líkur líkurnar litlar en ekki útiloka ég þarf ekki að setja tölu á það ef ég gerir það þá er eitthvað að gerast Segir 2, 3 þú sagði það Hvað hérna sko það er eitt hérna hvað haldið þið nú er ég ekkert og ég ætla ekkert að hengja ykkur fyrir þetta hvað haldið þið svona að séu mörg gos eftir bara svona þetta er bara fabulering þið verið ekki hengdi fyrir þetta sko bara til fabulera já bara svona hvað haldið þið svona persónulega báður þið hljótið að hafa verið að velta þessu fyrir ykkur 0-1 ha 0-1 0-1 mér þykir líklegast að þetta séu svona 1-2 en það er mjög erfitt að vera viss það, sko, það getur verið langur hala á þessu en það gæti komið liðið þó nokkur tími alveg eins og við sáum eins og við skoðum tíman með Arnarsetursraunin sko. Og það er ekki þetta útiloka neitt af þessu þannig að við verum og þá er bara þetta bara þarf að við búum bara við þetta og er áhættan ásættanleg hvernig er þetta og það þarf að meta það og en ég bakki ekki með það að langtíma horfurnar úr því sem komið er séu bara mjög þokkarlegar en við getum ekki verið vissum það er ekki að vera kategóriskum neitt í þessu Ég er með kenningu sko hann reyndir ekki vísandarleg en ef að gís ekki fyrir þorflátið þá er þetta búið sko málið ok, ég segi 0-1 en ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara svolítið dreifur bara hatti þetta er bara rauninni bull, ég bara giska eitthvað út í loftið, ég meina það getur komið lítið gos núna fljótlega og þá hefur rauninni ekkert tæmst og það getur komið annað lítið aftur og þetta getur gerst nokkur sinnum, það getur komið smá innskot, það getur aukist mjög ólíklegt, það getur aukist innflæði og þá verður eitthvað meira, það er alls konar óvissþættir í þessu en bara ef við horfum á þróunina þá, þú veist, já 0-2, 0-1, eitthvað svoleiðis það er ekkert sem bendir til þess að sé eitthvað mikið mér eftir Við viljum alveg hafa gos sko, það má alveg vera gos það bara þarf að vera bara stöðugt og gjósa alltaf ekki með þessum stoppum og ekki með þessum skiluðu, ég væri til að hafa bara faradags gósi bara hérna áfram þá legg ég til þú flyttir til Hawaii ég held nefnilega aðstæður þarna séu einmitt ekki þannig að það geti verið mjög löng gos akkur þarna allavega við höfum ekki séð nei, það þarf einhverjar alltaf aðbyrði, við höfum alltaf þráinskjöldin og svo hefum við hérna heiðina á og það er ýmsar svona gos sem eru býsna stór þegar upp er mikið magn og staðið á löngum tíma en það er einhver slíkir atburðir orðið hér á vestanverðu skaganum í síðan skömmu eftir að ísöld lauk og það er líka það er ástæða fyrir því að ströndin er hérna við Reykjanes og svona, það er einfaldlega vegna þess að gosvirknin er ekki nægileg þegar komið er þangað út fyrir til þess að það sé land til þess að það er komið út í sjó og ankur er komið út í sjó vegna þess að gosvirknin í heildina er ekki nógu mikið til að byggja upp land það er bara þannig svo þess að þrátt fyrir allt að þá er þetta ekki vestagerða af eldgosum sem að hér verða það er fyrst og fremst staðsetningin og gossprungunni við stöðu Grindavíkur og svo náttúrulega Svartsengi og þetta sem býr til alvarleikann og við skulum ekki draga úr honum en ef að þessi gos væri í gangi upp á
hálendi þá lítum við á þetta bara sem áhugaverða hluti en við náttúrulega þetta er ekki svona og við höfum taka því og ég held að hafa svona tekist að Grindavík er hérna ennþá það er ennþá starfsemi hérna og hún er fyrir vaxandi og þetta er mjög mikilvægt og við erum mjög velstöndugt sveitafélag með blómlegum sjávarútvegi og það er bara mjög mikilvægt að þetta geti haldið áfram og til þess þarf náttúrulega sína ákveðna þrautseigju og varkárni líka en þrautseigju og mér sýnist að það sé verið að gera það og þetta held ég það mikilvægast í þessu og ekki að ef að mögulega tímaskalar og hinn að þessu standi ekki alveg samt halda áfram. Við ekki bara fara að segja þetta sem loka orðin í dag. Ég ætla bara að þakka kærlega fyrir komuna okkar. Já, eitt hérna með hverjum haldið í körfunni. Já. Þeir eru miklu körfuboltamenn hef ég heyrt. Það eru mjög orðum aukið. Ég lærði að vísu spilaði körfubolta hjá Einar Ólafssyni þegar ég var í Langholtsskóla fyrir 55 árum og svona en síðan þar með lauk mínum körfuboltaferli og ég fylgist ekki mjög mikið með því miður, þannig að ég get ekki sagt mikið það. Sko ég er að játa, ég er vel lítið fylgst, sko ég spilaði handbolta og fótbolta þegar ég var lítill, nú er ég á fullu í Klifri, svona minn, en aldrei fylgst mikið með körfubolta. Ég verður að prófa að halda mig Ég held ég geti bara leyft mér, ég er nú valsar í grunninn en ég held ég geti alveg leyft mér í körfubolta að halda bara með Grindavík. Já, þakka þér. Það er vel gert það. Það er líka, þú líka erst svona, heldur með meistarefnanum alltaf. Já. Það og bara takk fyrir að hlusta. Þetta er náttúrulega búið að vera mjög fróðlegur þáttur og þegar maður svona síðar þetta allt í gegn, þá er bara allt í toppmálum hérna, ekki stokkar. Og við endum alla þætti að segja sama orðið, það er allir skilduð til að segja áfram Grindavík. Áfram Grindavík. Áfram Grindavík. Áfram Grindavík. Takk fyrir þetta.